Sælblessuð og velkomin á þennan húsnæðisfund vorstjórnunar. Ég heiti Arna Magnea Danks og ég fundastjóri hérna í kvöld og þau sem sitja hérna vil ekki koma og vera með okkur. Þið bara góð út í horni? Það kósí þarna, já ég veit það. En sem sagt, hjá okkur í dag Kristín Heba Gísladóttir frá Vörðu, rannsóknastofu vinnumarkaðarins sem ASÍ og BSRB sett á laggirnar. Það ekki rétt skilið? Já. Og síðan hún María okkar, Pétursdóttir, að hún forfallaðist því miður bara á síðustu stundu, en hann Styrmir Hallsson var svo elskulegur að hlaupa í skarðið. Hann hefur verið í menningar- og menntahóp Öryggisbandalags Íslands og líka í stjórn Röskvu, var það ekki? Já, í stjórn Röskvu og hefur komið að húsnæðisvandamálum ungsfólks og húsnæðisvandamálum ungsfólks með fötlun. Og síðast en ekki síst þá það Guðmundur Hrafn Arngrímsson sem formaður Leigjendasamtakanna. En við skulum þá bara bjóða fyrst á mælendaskrá Kristín Hebu Gísladóttir. Gjörðu svo vel. Sara, já, skiptið þú klæri fyrir mig, Sara. Skiptið þú svo klæri, já. Já, góðu kvöldið og takk fyrir að bjóða mér. Það gríðarlega mikilvægt að tala húsnæðismálin og kannski það mál sem hvað mest aðkallandi fyrir launafólk á Íslandi. Og ég ætla að tala stöðu launafólks á húsnæðismarkaði í dag og þá ég að tala stöðu launafólks og það sem þau gögn sem ég ætla að fara yfir hérna eru þá varðandi launafólk sem innan heildarsamtakanna tveggja ASÍ og BSRB. Það eru stærstu heildarsamtök launafólks á Íslandi en það ekki allir vinnumarkaðir en samt og raunin fljótlega að telja upp þau sem utan þessara tveggja heildarsamtaka og það þá Hjúkrunarfræðingafélagið, Kennarasamband Íslands, BHM og svona háskólamenntaðar stéttir. En við erum að skoða fólk á almenna og opinbera vinnumarkaði og höfum gert það undanfarin 5 ár og höfum lagt okkur fram við að reyna að greina stöðuna á húsnæðismarkaði talsvert betur enda hefur verkalýðshreyfingin verið mjög áfram það og við sjáum auðvitað ítrekka í okkar gögnum og okkar greiningum að staða á húsnæðismarkaði svo nátengt svo mörgum öðrum þáttum. Þannig mig langar í dag að fara yfir því hvað staða mismunandi fara yfir að mismunandi hópar standa mjög mismunandi á húsnæðismarkaði og eiginlega ekki hægt að nálgast þessa umræðu án þess að skoða hópana og athuga hvernig þetta fellur að því að það kannski ef þú ferð á nei þetta rétt, nei þú mátt ferð tilbaka að því ef við horfum á stöðuna svona meðaltali eins og svo oft þegar við erum að skoða stöðu fólks þegar við horfum á hana meðaltali þá staða launafólks á húsnæðismarkaði bara ágætt 63% launafólks eigin húsnæði en þegar við förum svo að skoða mismunandi hópa að þá sjáum við gjör ólíka mynd og nú ætlum við að skoða fyrst þá stöðu fólks á húsnæðismarkaði eftir aldri og þetta svona myndin sem blasir við okkur ár eftir ár og hér hlutfall launafólks sem í eigin húsnæði greint eftir aldri og þarna sjáum við að það alltaf þessi stökk á milli aldurshópana. Það langlegst hlutfallið hjá 30 ára og yngri hækkar umtalsvert í næsta aldurshópi 30–40 ára og hækkar svo orðið 87% hjá 61 og svo eldri. Og þá máttu fara næstu. Og svo kannski það sem að mér finnst persónulega líka gríðarlega áhugavert að skoða. Það að skoða stöðu á húsnæðismarkaði, annars eftir fjölskyldustöðu og hins eftir uppruna. Við sjáum að mikill meiri hluti sambúðarfólks, hvort sem það í sambúð með börn eða ekki með börn, í eigin húsnæði. Þetta sjáum við ítrekkað ár eftir ár. Og ef við skoðum stöðu innfæddra og byrjum hana saman við innflytjendur að þá þar gjör ólík staða. 75% innfæddra í eigin húsnæði en þá hins vegar við 29% innflytjenda.
Og við sjáum auðvitað líka að einhleypir foreldrar og einhleypir eru í mun minna mæli einhúsnæði heldur en sambúðarfólk. Og þetta sjáum við síðan, þetta legur í gegnum öll gögnin okkar þegar við erum að skoða stöðu fólks. Fjárhagsstaða einhleypra auðvitað mun verri heldur en sambúðarfólks. Og þannig að samfélagsgerðin er rauninni þannig að hún krefst tveggja tekna. Og mér langaði líka að skoða hérna hlutfall þeirra í rauninni sem er í leiguhúsnæði eftir hópum. Hér sjáum við, og hérna erum við búin að taka saman fólk sem er í leiguhúsnæði á hennum almenna leigumarkaði, sem er kannski almennt svo hópi sem hefur mest áhyggjur af. Líka, síðan kemur inn í þessum tölum líka fólk sem er í leiguhúsnæði hjá hérna Bjargi, sem er óhagnaðardrifnu leiguhúsnæði. Og svo er líka innan ASÍ sérstaklega þeirra stéttarfélaga, þar er talsverður hópur sem er í leiguhúsnæði á vegum atvinnurekanda. Og við erum með það alveg sér hópa þegar við viljum geta fylgst með hvað er að gerast þar. Og þannig að, en við sjáum hérna, þetta er rosalega ólík staða eftir hópum. 54% innflytjenda eru á leigumarkaði, 38% einhleypra og 33% einhleypra foreldra. Staðan allt önnur hjá öðrum hópum, þarna fólk með erlendan bakgrunn er hjá, eins og við greinum það, enn sem komið að þá er þetta ekkit rosalega stór hópur, en þetta er fólk sem er fætt á Íslandi og á annað eða báða foreldra sem er fættir erlendis. Þannig að inn í hópnum getum við samt verið með bara mjög vel hátt standandi fólk sem á hérna annað foreldri frá Danmörku eða þannig að þetta er mjög blandaður hópur ennþá en við erum að fylgjast með þessu. Herðu, og þá fyrir við að næstu. Hér erum við búin að, vildi ég sýna ykkur hvernig þetta skiptist, af því að það skiptir svolítið máli. Og ef við skoðum yngsta aldurshópin, þá er hátt hlutfall þar, fjórðungur sem býr hjá foreldrum. Og þetta er hérna 30 ára yngri. Þannig að í einhverju tilfellum er það eðlilegt, aðrir eru að reyna að komast inn á húsnæðismarkaðinn og svo framvegis. Og þar eru 28% á almenna leigumarkaði og hlutfallið líka hátt þarna í 31–40 ára en fyrir mjög lækkandi. Og mátt fara næstu. Og ef við skoðum tegund leiguhúsnæðis eða hvort að fólk sé hjá foreldrum eða ættingjum eftir fjölskyldustöðu, að þá langaði mig að sýna þessa mynd sem mér finnst algjörlega rosaleg og hérna ætti að vera bara eiginlega sérstakt umfjöllunarefni. En í síðustu könnun sem við lögum fyrir 2024 að þá sáum við að það hækkaði á milli ára í rauninu hlutfall einhleypra foreldra sem eru búsett hjá foreldrum sínum eða ættingjum. Og þetta er eitthvað, maður auðvitað getur kannski ekki álykta, ég get ekki álykta alveg nákvæmlega hvað er að gerast, en maður hefur áhyggjur af þessu. Og þú veist, þetta er eitthvað sem við munum fylgjast áfram með, en þetta lítur ekki vel út. En það er hærra hlutfall af einhleypum sem eru á almennum leigumarkaði, heldur en einhleypum foreldrum. Og ef við förum í tegund leiguhúsnæðis eftir uppruna, þá sjáum við hvað er rosalega hátt hlutfall innflytjenda sem eru á almenna leigumarkaði. 43% þeirra eru á almenna leigumarkaðnum. Og í rauninni það sem við sjáum líka er að Bjarg er að grípa þá hópa sem að við sjáum að búa við mjög þrönga fjárhagsstöðu, einhleypa foreldra, innflytjendur og fleira. Þannig að það er greinilega að ná inn í þá hópa sem að maður myndi telja ættu þar heima, sérstaklega. Ok. Það eru spurningar á eftir. Þannig að ok, mér langar bara síðan aðeins að draga saman að staða þeirra sem eru eigin húsnæði og á leigumarkaði er mjög ólík hvað marga þætti varðar. Við sjáum til dæmis að þeir sem eru á leigumarkaði eru mun minna húsnæði heldur en þeir sem eru eigin húsnæði. Það er bara færri fermetrar. Þeir eru annari miklu hærra hlutfall sem búa í bílskúr, herbergi, atvinnuhúsnæði, aukaíbúð eða annars konar húsnæði sem fellir þó ekki undir þessa þætti. Sem við sjáum eiginlega ekki hjá þeim sem eru í eigin húsnæði. Þeir sem eru á leigumarkaði, það er svona hærra hlutfall þeirra sem að meta þannig að þeir búi í húsnæði sem henti þeim og fjölskyldu þeirra ekkert sérstaklega vel.
og húsnæðisöryggi þeirra sem eru á leigumarkaði minna eins og við auðvitað getum öll gert okkur grein fyrir. Og svo finnst mér svolítið góð mæling á, eða svona, við spurðum sérst í fyrra bæði eigendur og leigjendur hvort að hversu oftur hefur flutt á síðustu 5 árum og sýningu það á næstu glæru. Greint eftir, Sara getur fara á næstu. Svona. Hér sjáum við hversu oft fólk hafi flutt á síðustu 5 árum, greint eftir eigendum og leigjendum. Og hér sjáum við að sko 32% leigjenda höfðu flutt 3 verða oftar á síðustlunum 3 árum. Þannig að þessa tölu finnst mér, þar sýna svo skýrt þetta óöryggi á húsnæðismarkaði sem auðvitað óboðlegt. Það var bara næsta. Og mér langaði bara rétt að enda á því að tala fjárhagsstöðu þeirra sem eru húsnæðiseigendur og þeirra sem eru leigumarkaði. Hún gjörólík og og endurspeglast líka bara í líffræðilegu samsetningu hópsins að þetta meira einhleypt fólk og innflytjendur. Það hærra hlutfall af leigjendum heldur en þeim sem eru eigin húsnæði sem búa við skilgreinda fátæk eða efnislegan eða verulegan efnislegan skort. Þá við 15 leigjenda sem búa við skilgreinda fátækt eins og við mælum hann í okkur samfélagi. Hlutfallið 7% af þeim sem eru eigin húsnæði. 43% leigjenda meta húsnæðiskostnað sinn þungabyrði, 56% eiga erfitt með að ná endum saman og meir en helmingur leigjenda geta ekki mætt óvæntum 80.000 krónu útgjöldum á þess að stofna til skuldar. Og það uppáhalds spurningi mín á öllum þeim spurningum sem við notum að því að hún mælir bara hvort þú getur lifað frá 1 mánaðamóti til þeirra næstu. Og ef þú getur ekki mætt óvæntum 80.000 krónu útgjöldum þá má ekkert gerast og þá heimilisbókhaldið farið í rugl. Svo langar mig að enda alveg á því að segja, að tala aðeins andlega heilsu. Þessir hópar sem eru á leigumarkaði, einhleypir foreldrar, einhleypir og innflytjendur, það eru þeir hópar sem ár eftir ár standa verst hvað varðar andlega heilsu. Við erum ekki að rannsaka orsakasamhengi og ég get ekki sagt að það sé út að því fólk sé á leigumarkaði. Það býr líka við slæma fjárhagsstöðu og marga fleiri þetta verður meira fyrir innflytjendur, verður meira fyrir réttindabrotum á vinnumarkaði, fordómum og mismunun. Og allt þetta spila saman. En þetta eru hópa sem búi í mun meira mæli en aðrir við slæma andlega heilsu. Og ef við tökum saman áður en ég hætti, meiri hluti launafólks er eigin húsnæði og það virðist vera að launafólk sé svona komast yfir þann hjalla sem hefur verið með hárri verðbólgu og vöxtum almennt talað. Og það eru þessir ákveðnir hópar sem ég held að sé nauðsynlegt að horfa sérstaklega til varðandi húsnæðismarkaðinn, einhleypir foreldrar, einhleypir og innflytjendur. Og þarna má ekki gleyma innflytjendum sem við stundum ekki tala mikið í samhengi við húsnæðismarkaðinn. Og að staða leigjenda er verri heldur en þeirra sem eru eigin húsnæði varðandi fjárhagsstöðu, húsnæðisöryggi sem er gríðarlega mikilvægt og gæði húsnæðis. Og þessir hópar eru líklegri til að búa við slæma andlega heilsu. Nú held ég að ná tímamarkunum mínum. Takk fyrir. Það er mælendaskrá, þannig að Sara ætlar að skrá ykkur á mælendaskrá. Eftir framsöguna. Já, eftir allir með framsöguna, en er ekki spurningar núna? Nei, þau bara fara með erindin. Og síðan spurningar í lokin. Svo fara þau í panel og þá eru Þá eru spurningar, ok. Þannig að ég sjáu hver stjórnar strengjanum hérna. Það er upptaka í gangi hérna í horninu. Ég gleymdi að minnast á það áðan. Þannig að við förum bara í gegnum framsögu fólkið okkar. Og þegar þau eru búin að ljúka sínum framsögum þá sitja þau hérna í panelinu og þá verður opnað fyrir mælendaskrá og þið getið spurt eins mikið og ykkur listir. En næst á mælendaskrá er Styrmir Hallsson. Gjörðu svo vel. Sæl. Ég verð að fá að sitja á meðan erindin stendur. Þetta
ég kem hérna á vegum í raun upp í að einhverju leyti. Ég einmitt í menntamála hóp þar og þetta erindi sem ég hélt á málþingi upp í ungt fatlað fólk og svona leið þeirra í átt að húsnæði og ég ekki beint sérfræðingur þess að en þetta meira bara svona persónuleg frásögn áskorunir og ekki bara inn á húsnæðismarkaðinum heldur hvernig að hvert einstu skref í velferðarkerfinu okkar tekur þátt í því að annarkvort styðja við eða ýta undir áskorun við það að ná eigin húsnæði og eins og þið sjáið þá þetta löng vegferð en þetta byggir sem sagt svona einhverju liti á minni sögu þar sem ég verð fyrir taugasjúkdóm og hreyfihamlaður og svona upplifun mína í gegnum þá vegferð þannig að við getum bara að fara áfram og förum bara yfir í næstu glæru og það kannski svona hérna förum við í heilbrigðiskerfið sem kannski fyrsta skrefið í þessari vegferð þegar maður veikist að ef við lítum á þetta svo að draumur og markmið eigið húsnæði þá ég alls ekki að pæla í því þegar ég upp á mitt versta þegar ég að glíma við mikla taugaverki við taugasjúkdóm því þá snýst þetta að komast inn í heilbrigðiskerfið komast í einhverja meðferð hvort sem það sé læknismeðferð eða endurhæfing þurfa að vera að díla við sjúkratryggingar og önnur þjónusta eins og sjúkraþjálfun, sálfræðastoð, félagsráðgjafa, iðjuþjálfa og svoleiðis og þetta tímabil sem að tekur mig mikið á bæði bara einhvern uppsafnaðan sparnað og til dæmis ég nota hjólastól og það tók langan tíma að fá sérhannaðan hjólastól og ég átti ekki eigið húsnæði, ég var svo heppinn að geta flutt inn til foreldra minna sem að studdu við mig en hérna þarf að styðja betur við fólki þegar maður komast fyrr inn í heilbrigðiskerfið og getur fyrr byrjað að vinna úr sjúkdómnum þannig að þessi komast inn á húsnæðismarkaðinn og svo getur farið inn á næsta skref og það einmitt þessi félagslega stuðningur og hérna þetta í raun sem fatlaður einstaklingur í hjólastól og kannski tala fyrir fólk sem fatlað þetta partur í kerfinu sem tekur ótrúlega langa tíma og til dæmis bara það að með notendastýrða persónulega aðstoð NPA það gífurlega langt ferli það biðtími eftir að fara mat á stuðningsþörf það sem að fer til félagsráðgjafa það sem að í raun ákveða hvort maður eigi rétt á þessum stuðning sem maður þarf til þess að geta búið einn og sjálfstæða lífi og jafnvel þegar það búið að samþykkja það þá það þessi tími, þessi gífurlega langi tími sem það tekur að fá notendastýrða aðstoð og í raun það ekkert viti fyrir mig að vera í eigin húsnæði ef ég get ekki fengið aðstoð við það að kaupa í matinn við það þó takk til svoleiðis þannig að þetta einstaklega mikilvæg partur af því að geta stutt fatlað fólk í því að komast inn á húsnæðismarkaðinn en einmitt og svo það þá hvað gerir maður þegar maður kannski komin á stöðan stað í sjúkdómsferlinu komin með stuðning ég var fótboltaþjálfari og styrktarþjálfari ég var mjög aktífur, það var mín atvinna en eftir að vera sem einstaklingur í hjólastól það fer svo atvinna burtu, ég get ekki unnið við það og í raun svona mín eina leið í átt að atvinnu í gegnum háskólamenntun því að fólk í hjólastól það mörg störf sem útilokuð og þá þarf maður að geta komast inn í háskólakerfið og þá þarf háskólan að vera aðgengilegur og þetta það sem ég verið helst að vinna með bæði fyrir Rösku í stúdenturáðinu og líka í ráðumálum fatlaðs fólks og þetta bæði eitthvað sem snýr að því að bara byggingar háskólan séu aðgengilegar fyrir fólk með fatlanir og fatlanir eru margvíslegar þannig að það eru margar ólíkar áskoranir líka bara uppsetning á námi og námsmat samhátt námslán oft fatlað fólk býr við
óvissar tekjur, kannski litla tekjur og það þarf að geta tekið námslán en þetta hópur sem í raun nokkuð hræddur við það að taka námslán af því að ef maður nær ekki að klára áætlaðan einingafjölda ef að veikindin vera verri að ganga upp þá heldur hann falla námslánin á mann og það ómögulegt að vera að spara fyrir ein húsnæði þegar maður að berjast einhver námslán þannig að þetta kerfi sem þarf að vinna að því að gera aðgengilegra og ef maður kemst svo langt að maður kemst inn háskólan og næra að klára háskólamenntun þá einmitt atvinnumarkaðurinn og þar einmitt háskólamenntun hún algjör lykill að atvinnumöguleikum margs fatlaðs fólks þannig að við getum skoða þar og einmitt atvinnutækifærin og hann takmarkaður fyrir fatlað fólk bara sem einstaklingur í hjólastól þá nokkuð augljóst að það mörg störf sem ekki að vinna við ég get ekki unnið við líkamleg störf þar sem að standa lengi eða vinna í lager eða svoleiðis og það því mun færri tækifæri án háskólamenntunar sem að gera þann part svo gífurlega mikilvæg en á sama hátt það líka bara ákveðnir kerfislega fordómar þar sem við sjáum að maður kannski rúlar inn í atvinnuviðtal og það rannsóknir sem sýna fram á það bara minni líkur að maður fái vinnuna bara út frá því þrátt fyrir að maður sé kannski að vinna við skrifborð allan daginn og á sama hátt þá kannski atvinnuhúsnæði ekki aðgengilegt og það áskoranir þarna en þetta einmitt lykilparturinn í því að geta í raun safnað fjármanni fyrir útborgun í íbúð maður þarf að vera með örugga og treysta vinnu og þaðan fyrir við kannski inn á húsnæðismarkaðinn og hérna María í húsnæðishópi búin að vera að sinna ótrúlega mikilvæg starfi og sá hópur og hafa átt ákveðið frumkvæði í því að komast að hver stað fatlaðs fólks og það þarf að ýta undir þetta og hérna sem fallar einstaklingur margar pælingar sem að kannski ófallað fólk glímir ekki við það kannski minni möguleikar á húsnæðislánum fyrir mig bankinn að meta mig minna lánshæfan sem einstaklingur í hjólastól og hvernig einmitt fjárhagslega öryggi yfir lengri tíma það náttúrulega tengt atvinnumarkaðinum að maður þarf að vera með örugga vinnu og þannig að það spurning hvort að þetta sé einhver hópur þar sem að þurfa að finna einhverjar betri lausnir í húsnæðislánum og þá getur við fara yfir einmitt á húsnæðismarkaðinn hvort sem það sé eigið húsnæði eða á leigumarkaðinum þá ljóst að einstaklingar og ég tala mest fyrir hjólastól af því ég sjálfur nota hjólastól það þarf húsnæði að vera aðgengilegt og það ekki öll húsnæði sem aðgengileg það mjög mikið af gömlum húsnæðum sem bara mjög erfitt fyrir fólk í hjólastól að kaupa eða lifa í af því að ef það tröppur inn eða ef þetta þröngir inngangur eða eldhúsinnréttingar og svoleiðis og það kannski vandamál með þessar gömlu byggingar gamla byggingarstaðlar og gamla reglugerðir gera svolítið að íbúðirnar óaðgengilegri og þar með þá minna úrval að bæði íbúðum sem hægt að kaupa en líka íbúðum á leigumarkaði og það náttúrulega eykur þrýstingin á fólk sem í kannski stöðu þess sem að maður hefur kannski ekki mögulegan á því að vera að tryggja sér kaupa íbúðir sem kannski aðgengilegri samkvæmt mínum þörfum þrátt fyrir að það staðlar sem að sé til algjörða hönnun þá kemur þenni ljós að því ekkert alltaf fyllt eftir til þess ítrasta og það bara dæmi það að ef við tökum stúdendagarða þá allar aðgengilegar íbúðir á görðunum á annar hæð en svo lyftan stöðugt að bila þetta svona 1% eru 3 dæmi sem að gangi ekki þannig að það ótrúlega mikilvægt einmitt að vera með þessa algjörða hönnun í fyrirrúmi bæði kannski við endurgerðar á gömlu húsnæði og líka byggingu á húsnæði og það þarf virkilega að vera algjörð hönnun þetta þarf ekki að vera á prenti og blaði heldur þarf að vera í raunveruleikanum þannig að þá getur við fara áfram og þetta svona áskorun þetta kannski þess að fjallganga í átt að eigin húsnæði og þannig ungur einstaklingur sem kannski að vinna í átt að því að kaupa sér þetta í húsnæði og þetta lítur út fyrir að vera tilfæðlega erfið fjallganga, þetta hátt fjall
ímynd ykkur hvernig að rúlla upp í hjólstól upp á þetta fall. Þannig að það eru margar áskorunir í kerfinu, á ólíkum stöðum í kerfinum, þar sem við þurfum raun að finna lausnir og styðja betur við þennan hóp. Og þetta er ótrúlega mikilvægur liður í því, þessi umræða bara húsnæðismarkaðinn. Og það gleður mig mjög að þessi vera að vekja athygli á þessu, því að þetta í raun gerir minn draum það að geta eignast mína eigin íbúð minna draumi og meira raunverulega markmiði. Þannig bara meira ef ekki segja það og kæra þakkir. Já, takk fyrir þetta, Styrmir, og þá það Guðmundur Hrafn Arngrímsson, formaður Leigjendasamtakanna. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Já, sælur þig, Guðmundur Hrafn heiti ég og ég ætla aðeins að svona svara svolítið af hverju staðan svona slæm eins og það búið að fara hérna yfir. Það var mjög góðar yfirferðir, bæði hjá Kristínu og Styrmi, hvað staðan hræðileg að núti. Og að mínu mati það einfallega út af því að það búið að brask og markaðsvæða húsnæði með kerfisbundum hætti undanfarin 30 ár. Mér langar bara til að sýna ykkur þetta svona smá veruleika tjekk. Ég fór og tók nokkra skjámyndir af Maíglú bara núna í dag til að sýna ykkur verðið á svona 80 til 110 fermetra íbúðum hérna á höfuðborgarsvæðinu. Þær eru allar konnar í svona tæp 400.000 og yfir. Og leigjendur búa við þá stöðu að greiðslubyrðin hún lækkar aldrei og eignarhluturinn alltaf 0. Þannig að þeir leigjendur sem eru á leigumarkaði alla sína starfsæfi, þeir eignast aldrei neitt og búa heldur ekki við lækkandi greiðslubyrði eins og svo margir sem að kaupa sér húsnæði búa við. Þið sjáu hversu þessu óhemju ástand þetta orðið og ástæðan fyrir þetta hefur fengið að þróa svona að sveitarfélögin mörg hver hérna á höfuðborgarsvæðinu hafa bara hreinlega ekki staðið sig í annars vegar að byggja félagslegt húsnæði til þess að vera mótvægi við þrýstingin á einkamarkaðnum og eru líka bara komin í þá sjálfheldu sveitarfélögin mörg að vera háð skorti og braski á fasteignamarkaði sem að veldur síhækkandi fasteignaverði og þar lendi síhækkandi fasteignamati og fasteignagjöldum. Þetta er orðið einn af stærstu tekjulegum sveitarfélagana, þannig að þau eru orðin háð þessu braski og þetta þarf virkilega að vinda ofan af. Og þetta sýnir sér svolítið mikið bara í öllum tölum varðandi hvernig eignahaldur hefur verið að þróast. Frá 2005 til dæmis. Í Reykjavík þá eru 1100 íbúð það eru bara 1100 íbúðir sem hafa komist í eigu einstaklinga með eina íbúð á síðustu 20 ár frá því sem var 2005. Frá 2005 voru íbúðir í eigu einstaklinga í Reykjavík 34.000. Árið 2025 það rétt rúmlega 35.000. Þannig að gerðist truna þetta milli, en þetta staðan. Það hefur fjölgað 1100 íbúðir á 20 árum, við vitum að hrunið var og þetta náttúrulega aðeins búin að jafna sig, en þetta stóra myndin. Meiri segja í Mosfellsbæ hefur íbúðum í eigu einstaklinga með eina íbúð á sama árafjölda, þeim fjölgað 1600. Þannig að Reykjavík hefur svolítið náttúrulega slegið tónin í þessu, í hvernig markaðurinn og bara utanumhaldið á húsnæði Þannig að braskið sérstaklega í höfuðborginni og í nánar sveitarfélögum hefur búið til þessa aðstæðu sem að þau voru að lýsa áðan. Þar sem að fólk að sífelldu faraldsvæti. Íslendingar með langhæstu flutningstíðni á meðal leigjenda í allri Evrópu og það til fjölmargar rannsóknir sem sýna fram á hversu skaðlegt það fyrir fólk að búa við yfirvofandi húsnæðismissi og þvingaða flutninga.
Að tala að þetta sé eitt mesta sálræna áfall sem fjölskyldi getur orðið fyrir, það að vera þvingaður út af heimilinu sínu og vera á vergangi gegn eigin vilja. Og þetta það sem íslenski leigjendur búa við í miklu meira mæli heldur en allir aðrir leigjendur í Evrópu. Við vitum af hverju það svolítið. Það ekki út af því að leigjendur eru alltaf einhvern veginn að færa sig einhvern veginn upp þjóðfélagsstigann og fara í betra húsnæði. Þeir eru á vergangi. En það töluvert hár flutningstíðni hjá leigjendum út í Danmörku, en hún allt öðru meiði. Þó hún sé ekki nema haldrættingur á við okkar, þá hún bara öðru meiði vegna þess að fólk að flytja úr einni andelsíbúð í stærri andelsíbúð og svo í raðhús og þess áttar. Þannig að flutningurinn hjá íslensku leigjendum að það meiði, hann veldur ofboðslega miklum sálrænum áföllum. Við höfum reynt að koma á móts við leigjendum með húsnæðisbætur og við vitum öll bara hvernig kerfið í húsnæðisbótunum er. Við sýndum fram að það í síðustu kjarasamninga að all hækkun á húsnæðisbótum frá 2017, frá því núverandi kerfið var tekið upp, að hefur alltaf í kjölfarið komið aukin hækkun á húsaleigu umfram aðrar hagstærðir, umfram hækkun á húsnæði, umfram verðbólgu og þess áttar. Þannig að húsnæðisbætur í svona óregluvætt kerfi verða alltaf til þess að húsaleiga hækkar umfram það sem hún hefur gert áður í samhengi við aðra hagstærðir. Þannig að það eins og bara að bera vatn heim í sigti, að reyna að bæta kjör leigjenda á óregluvættum leigumarkaði með húsnæðisbótum. Það hefur þaulreynt og það eru allir sammála þetta, eiginlega sama hvar á hinu pólitíska litur á þannig ég skil ekki alveg hvað þess að þráhyggju við húsnæðisbæturnar. Það þarf að setja regluverk. Það eru 20 og eitthvað ríki í Evrópu með regluverkaleigumarkaði sem kom í veg fyrir óeðlilegar hækkanir á húsaleigu, þrátt fyrir að til dæmis að félagslegu leigumarkaður í þessum löndum margfalt stærri en á Íslandi. Íslandi með langminnsta félagslegan húsaleigumarkað í allri Evrópu. Þetta kringum 34% af öllu húsnæði. Í Englandi eftir Thatcher-tíman náði Thatcher að brjóta hann á baka aftur en þó ekki nema þannig að það voru 17% húsnæði, félagslegt leiguhúsnæði í Englandi, 24 í Skotlandi, tæplega 20 í Wales, þar fram til göttunum. Þannig sjáum við bara hvernig nýfrjálshyggjan hefur leikið í íslenskt húsnæðiskerfi að við fórum niður í 2,47% árið 2017. Og þetta líka einu stóru ástafanum og þess vegna það svo mikil ábyrgðarhluti hjá stjórnvöldum, bæði sveitarfélög og ríki, að byggja húsnæði, vera með félagslegt húsnæði og byggja sjálf til þess að koma með óregluvættan húsnæðismarkað, þá verður hreinlega að vera nógu mikið af félagslegu leiguhúsnæði til þess að vera þetta mótvægi á markaðnum. Regluverk eins og leigubremsa og leiguþak, það nýfrjálshyggjumenn og þeir hægri menn eru alltaf á móti þessu, vilja meina að þetta sé djöfullinn sjálfur að vera með regluverk. En bara fjölmargar rannsóknir og margar nýjar rannsóknir benda hins vegar á það að leiguþak og leigubremsa getur bara haft mjög góð áhrif á alla nema braskarana. En það það sem að mörg svona hagsmunasamtök að vinna fyrir. Ég bar mikla voni við núverandi stjórnvöld. Við erum með Samfylkinguna og Flokk fólksins í stjórn núna sem að lofuðu mikilli bragabót fyrir leigjendur fyrir síðustu kosningar. Nú að koma fram nýtt húsalegu frumvarp frá Ingu Sæland og ég las yfir það núna daginn til þess að átta mig á því hvað væri í þessu. Og það bókstaflega ekkert í þessu frumvarpi. Og þá ég að meina ekkert. Það áframhald á skráningarskyldu sem búin að vera í farvatninu síðustu 5 ár. Þannig að það engin nýjung þar. Síðustu breyting á húsalögunum var þannig að það átti að banna vísitölutengingu húsalegu, mánaðarlega vísitölutengingu húsalegu á samningum styttir en 12 mánaða og þá fóru öll leigufélögin í það að vera bara með 13 mánaða samninga. Þannig að þau getur áfram verið með mánaðarlega hækkun húsalegu. En Ísland eina landið í heiminu sem ég veit og ég veit nú tölvöld mikið með þennan markað, sem að leyfir mánaðarlega hækkanir, vísitöluhækkanir húsalegu.
eiginlega öllum löndum Evrópu það á einu svona ári sem þetta má. Bara það að hækka þetta í hverja einustu mánuði eykur krónutölu hækkunina á húsalögunni næstu í 4 sinnum á 5 ára tímabili. Ef þú borgar þetta í hverju mánuði, heldur að gera bara einu sinni mánuði og svo gildi það í 12 mánuði. Þannig að það svo margt sem það þarf að gera og það svo margt sem að það hægt að gera sem kostar ríkið ekki krónu. Það kostar ríkið ekki krónu að setja regluverk, setja leiguþak og jafnvel takmarka uppkaup eignafólks á húsnæði. Að því við erum að horfa upp á það að til dæmis eignarhald á húsnæði hérna í Reykjavík, íbúðir eiga einstaklinga með eina íbúð á síðustu 7 árum, það voru dregið saman 17,5%. Þetta nánast ættu verið allt unga fólki sem að koma inn á markaðinn. Það bara vantar í þessa jöfnu alla saman. Og svo alltaf greiðslubyrði leigjenda eins og við sáum á þessum myndum sem að var kannski ekki alveg kannski búið að fara nógu vel yfir. Þið sjáu það að sko leigjendur standa fram yfir því par með 1 til 2 börn að það kemst ekki hjá því að leigja íbúðir á höfuðborgarsvæðinu undir svona 380 til 400.000 krónum sem á bara eftir að hækka jafnt og þétt inn í framtíðina á meðan að fólk eignast ekki nokkuð skapan hlut og kemur snautt inn á ellilífeyri. En þetta var svona það sem ég ætlaði að fara bara yfir og ég verið að svara öllu þeim spurningum sem að beinast tíminn hérna eftir. En ég vildi bara benda á að ástæðan fyrir við stöndum fyrir í þessum sporum, það brask og markaðsvæðing og húsnæði undanfarin 30 ára. Það til lausnir, einfaldar og þaulprófaðar í áratugi í öllum löndunum kringum okkur sem geta slegið á þetta á þess að kosta ríkissjóð svo mikið sem 1 krónu. Takk fyrir. Jæja, þá verður opnað fyrir mælendadagskrá og endilega bara rétt upp hönd og Sara tekur niður mælendadagskrá og spurningar. Takk kærlega fyrir mjög fróðleg og áhrifarík erindi. Ég vildi í rauninni bara spyrja til hópsins, þið fóruðu þetta inn á það að einhverju leyti, en bara sko hvað eiga sveitarfélögin að gera? Það auðvitað að byggja og það auðvitað að byggja aðgengilegt húsnæði, þannig það svona spurningin ef þið geta aðeins tekið bara hvað eiga sveitarfélögin að gera sem þau eru ekki að gera núna. Takk kærlega fyrir. Guðmundur, vilt þú svara? Byrja að svara. Fyrir sjálfnett svar hér. Já, takk fyrir þessu spurningu. Mínum að þetta bara mjög augljóst að sveitarfélögin þurfa að byggja sjálf. Það þarf að bæði að vera, það þarf að vera svona þrískiptu markaðar eins og þetta var eiginlega fram undir aldamótin. Þar sem að sveitarfélögin voru mjög stórtaki að byggja húsnæði fyrir sína íbúa og sérstaklega tekjulágt fólk og þeir sem gátu ekki kannski verið á frjálsum markaði og svo þurfa að vera samvinnufélög. Þetta var eiginlega svona þriðjung skipting á þessu svona nánast alla svona frá 1940, 50 og fram undir aldamótin og það þarf að gera samvinnufélögum kleift að starfa aftur. Það voru byggðar yfir 20.000 íbúðir á höfuðborgarsvæðinu í samvinnufélagsformi að meðan það voru byggðar 13.000 íbúðir í verkamannabústaðakerfinu. Þannig að þetta augljóst mínum mati, það að endurreisa verkamannabústaðakerfi, það félagslega uppbygging og félagslega húsnæði, gera fólki kleift og að byggja í sameiningu fjölbýlishús og sleppa fasteignasölunum og braskaranum og fjárfestunum og verktakan sem ætlar að byggja sjálfur og selja og þar lendi kannski minnka byggingakostnaðinum 40%. Og svo má vera við hliðina þessu, má þessi frjálsu markaði vera, en hann þá á forsendum hinna aflana sem eru starfandi fyrir. Þetta mínum að þetta bara augljóst. Ég nú kannski með bara afskaplega mikið leiðilegt svar sko. Ég á engin ráð að gefa, önnur en þau að reyna að hugsa þessu hópa
sem að lenda svo ótrúlega oft einhvern veginn á milli og verða einhvern veginn ekki horft til og leigjendur eru þannig hópur og en ég öfundi ykkur ekkert kannski að því að þurfa að leysa þetta en þú var að gangi ykkur Já, mitt svar gengur kannski einmitt fyrir fatlað fólk og þar þessi stuðningur, bara félagslega stuðningur við fólki gífurlega mikilvægur og sveitafélögin og svona sveitafélög og ríkisstjórnin þannig að þau geta ekkert verið að ýta ábyrgðina á hvort annað þegar núna staðan svo að það munur á að vera fatlaður eftir í hvað sveitafélög maður í þannig það náttúrulega mismunandi eftir ólík sveitafélögum en þau þurfa bara að styðja við okkur og þannig að maður getur fengið stuðning sem það þarf til þess að þetta getur sóst í menntun og komist í atvinnu það ótrúlega miklu skref fyrir einmitt fatlaða einstaklinga Þú ert að koma hérna Fyrir ég? Þú ert næst í myndinu Ok Hæ, ég heiti Kolbrún þannig sko kannski ég sennilega ekki með spurningu til neins af fólksins í pallborði af því að það öðruvísi en ég að spekulera vegna sem maður heyrir af öllu þessu húsnæði sem að óselt fullt af húsnæði sem óselt vegna þess að íbúðunar einfaldlega of dýrar svoleiðis að ég bara spyr mig og spyr ykkur eitthvað sem mælir á móti því að við flytjum inn einingahús eins og gert var hérna eftir gosið í Vestmannaeyjum í den þar sem það miklu ódýrara við fáum það bara einhverjum hluta vegna að þá það miklu ódýrara sem byggt annars staðar heldur en hér Takk Já, ég hef mikið óseldum íbúðum og það virðist vera svona liggja í loftinu minnstu kosti við svör svona samtöku innar eins og þeirra úr þeim ranni öllum að þá ekki að lækka verðið. Þeir ætla að bíða þetta af sér. Þeir ætla frekar að sitja á þessu, tala að þeir geti ekki búið við hennar fjármagnskostnað og þetta sé að slega þá, en þeir eru alveg tilbúin að sitja á þessum íbúðum í 1-2 ár, ekki lækka verðið. Það síðasta lausnin sem við bjóðum upp á, þrátt fyrir að vera með 100% álagningu, eins og BHM sýndi fram á síðast þegar við vorum með býsnagóðri skýrslu, að álagningan og byggingamarkaði 100%. Þeir ætla samt að býða þetta af sér. Þannig að ég vara svo við því að stjórnvöld ausi peningum inn í hlutdeildarlánakerfi til þess að bjarga og skera verktakann niður úr snörunni. Og fara inn í þetta með núverandi verðlag. Ef að ríki ætlar að gera eitthvað slíkt og hjálpa til við sölu á íbúðunum sem eru óseldar, þá þarf að setja skilyrði að verði séu lækkuð í eitthvað og það sé bara fundið eitthvað svona reiknireglu út úr því. Og auðvitað þarf að flytja inn einingahús, hann búið að vera að tala þetta síðan 2017. Að þetta sé bara einhvern veginn alveg í farvatninu og hafi verið að skoða hitt og þetta. Ég veit að bara, ég hafi samband við Evrópska sjóð í fyrra vor þar sem mér var tjáð að það væri búið að senda fyrirspurnir inn fyrir löngu síðan og sjóðurinn var að skoða bara hvernig staðan var á Íslandi og þar var hugmyndur að þeir myndu fjármagna hluta af þessum einingahúsnæði en það verður bara aldrei neitt af þessu ég stundum eins og það sem að stjórnmálamenn koma fram með bara einhvern veginn til að aðeins að lægja öldurnar rétt á meðan þetta sé bara einhvern veginn bara svona svo fróða sem sett og ná öldurna til þess að hægja á. Já, en auðvitað þarf að gera þetta. Ég er með að benda á að ég heyrist ekkert í mikrofónunum. Já. En, já, afsakið. Ég held að það þurfi að nota allar leiðir. Ég held að vandi sé þannig, hann sé djúpstæður, hann varði langan tíma fyrir marga í þessum hóp. Og ég held að það sé engin ein leið til að leysa þetta þannig að en það auðvitað mikilvægt að samt að tryggja við sem að byggja gott húsnæði og þetta heimili fólks og þau þurfa að vera góð og vönduð það auðvitað svolítið eins og pissi skóðu sinn að fara að bjóða fólk upp á óvandað húsnæði en ég ekki að segja að þessi einingur séu það en það þarf að huga því Já, ég ekkert vola mikið segja þetta nema bara hafið aðgengileg. Þórdís.
bara takk kærlega fyrir ykkur, þetta var allt mjög fróðlegt. Kolla eila stál spurningun minni. En já, rauninni snýr spurningi mín samt bæði þetta með einingarhúsin. Ég held það bara að flytja inn einingarhús sem eru mjög vönduð og þetta er brá bryggjunni víða heim sko, tilbúið til innflutnings. Bæði það myndi telli ég og verið gaman að heyra ykkar álita því. Íta á einmitt þá sem að byggja húsnæði að fara að byggja húsnæði og selja það vegna þess að þetta það síst sem þeir vilja. Að það veri flytt inn hérna einingarhús sem myndi lækka kostnaðin okkar sem myndi kaupa þessu húsnæði, ég veit ekki hvað mörg prósent. Kannski Guðmundur Hrafn, við reknum þetta nú einhvern tímann út í leiðindarsöndökunum. Með þessi einingarhús. Já. Þú getur kannski svarað þessu. Og svo líka finnst mér og gaman að fá áliti ykkar líka því að sveitafélög eiga að byggja miklu meira félagslegt húsnæði og líka félagslegt eignar húsnæði. Af því það ekkert allir sem vilja fá að vera á leigumarkaðinum, vilja geta keypt sér húsnæði og akkur eigum við ekki geta keypt okkur félagslegt eignar húsnæði. Þannig að bara við þurfum að redda þessu. Ég sko orðin háöldruð og mér langar að fara að eignast íbúð, búin til umhverju þannig ég geti keypt mér húsnæði. Takk fyrir bent. Það vill nú þannig til að einingahúsnæði í dag bara mjög gott húsnæði. Það verið að reisa einingahúsnæði allt land. Það verið að flytja þetta inn frá Eystrasaltsríkjunum, Finnlandi, Þýskalandi, Svíþjóð, jafnvel Kanada. Þannig að þetta ekkert eitthvað svona nýtt eða ódýrt eða eitthvað svona annarsflokkslaust. Það verið að gera þetta. Það bara verið að selja þetta bara mjög dýrt. Það verið að leggja 200-300% á þessi, eða 100-200% á þessi húsnæði. Og það sem vandinn vegna þess að skorturinn svo mikill, þá kemst maður upp með þetta að selja þetta svona dýrt. Og þetta húsnæði sem uppfyllir alla kröfur, bæði gæðakröfur og kröfur aðgengi og þess aftur. Þannig að það ekkert að þessu og ég auðvitað náttúrulega bara þarf að gera þetta. Og ég veit ekki hvenær koma stjórnvaldir sem eru til í þetta sko, vegna þess að þetta maður náttúrulega ber öllum til góða. Hvar sem þeir eru stattir í samfélaginu, ef við bara erum með mikið af félagslegu húsnæði, bæði eignar og til leigu, sem að uppfylli þarfir allra íbúana. Ef að 35% af húsnæði þannig rekið, þá kemst engin markaður upp með svona hegðun eins og við erum búin að sjá hérna síðustu 15 árin. Þá kemst engin upp með þetta. Ástralsk rannsókn sýndi fram á það að regluverk svona leigumarkaði, þar sem við erum að setja takmarka á húsaleigu og þess áttar og uppkaup eignafólks. Eina sem gerðist að braskararnir, skammtíma gróða aðilarnir, þeir hurfu af húsnæðismarkaðnum sem gerði umhverfi stoppfjárfesta, þeir sem eru þar í alvöru til þess að fjárfesti húsnæði til langstíma, miklu, miklu betra. Það eru braskararnir sem ídöllu verðu upp og gera þetta eiginlega ólífvænlegt fyrir okkur hérna á Íslandi. Kannski gleyma spurningu. Við tala svo mikið gleyma spurningu. Mér finnst þetta góður punktur með rauninni vilja fólks, hvort það vilji vera á leigumarkaði eða í eigin húsnæði. Og við höfum svo sem ekki skoðað þetta en maður hefur séð bara þegar þetta skoðað það hátt hlutfall af leigjendur sem vilja vera í eigin húsnæði. En við höfum spurt hjá okkur, launafólk sem eru á leigumarkaði, hvort að hversu líklegt og ólíklegt að telja að geti fest kaup á eigin húsnæði og mér minnir að það sé 70-80% segja að það sé mjög ólíklegt. Þannig að mér finnst þetta allavega einn punktur í húsnæðismálunum að skoða vilja fólks og þetta eru einmitt margar leiðir held ég og þetta eitt af því sem það er að koma til móts við. Ég let sérfræðingina segja það. Þá það Baldvin út næstur. Koma hérna upp á 2 margar hann.
Já, ég var ekki beint með spurningu en svo Guðmundur búinn að svara eiginlega nokkuð vel en ég ætla að því ég veit svarið við spurningunum á Kollu hvernig hvort það hægt að flytja inn húsnæði og byggja það á ódýrari hætti og svo framvegis. Bara svarið já og Guðmundur var búinn að svara því. Það er að byggja hús í öllum stærðum, öllum hæðum, það er að byggja fjölbýlishús, margra hæði fjölbýlishús úr timbri og það brennur ekki þó að séu timbri og svo framvegis. Og það var búið að stofna félag sem var að vinna í þessu suðum í sjó og það bara strandaði af því að þau fengu aldrei lóðina sem það var bara að passa upp á það, fengi ekki lóð og þar strandaði það. Það strandar ekki á neinu öðru en að fá lóðir. Þannig að þetta var bara meira innlegg í umræðina, Baldvin. Eða viljið þið svara? Eitt í þessu líka var þetta íbúðafélag Suðurnesja eða Keflavíkur, manni hvað það heitir, að þau stofnuðu þetta félag og fengu svo ekki lóð og ekki fyrirgreiðslu. Og það var þannig að það var lögum samvinnufélög var breytt aldamótin og svo aftur húsnæðissamvinnufélögum lítið seinna sem að gera það eiginlega ómögulegt að stofna svona félög og fjármagna þau vegna þess að það er komin eitthvað svona innlausnarskylda þannig að ef 20 aðilar byggja saman blokk til dæmis að þá þarf félagið að eiga pening til þess að geta keypt einhvern ákveðinn fjölda íbúðanum sjálft. Þannig að það kemur svo krafa strax að félagið þurfa bara að eiga 300 milljónir til þess að geta keypt lausar íbúðir annarkvort af þeim sem eru þar fyrir. Þannig að sé gert ráð fyrir því að verði aldrei eftirspurn eftir ódýru íbúðarhúsnæði á þéttbýlisstöðum. Og þar lendi er ekki hægt að stofna svona félög vegna þess að bara fólk út í bæ getur ekki draka saman einhverjum 200-300 milljónum til þess að vera með til þess að geta keypt upp íbúðir sem að munu standa þá auðar í þessum íbúðarhúsnæði. Og þetta var eins og að sett í lög, gera það verkum að það er ekki hægt að stofna svona og reka svona. Já. Já, ég heiti Þórunn. Mér langaði bara dálítið að vita hvað ætti að standa í frumvarpinu hjá Ingu Sæland. Þú sagði að það var ekkert í því, en það er mjög forvitnilegt að heyra það. Og eins kannski frá ykkur, ef það er eitthvað sem að þið myndu vilja sjá í löggjöf eða eitthvað sem að ykkur finnst það að vanta hjá ríkinu. Kannski einmitt fyrir öryrkjana líka. Já, mér finnst þetta að taka upp leiðréttingu húsalegu, bara ekkert ósvipað eins og ríki var með á eigin íbúðarhúsnæði í marga áratugi, þar sem að húsalega var bara miðast við ákveðið hlutfall af brunabótamati. Og það var þannig alveg þangað til fyrir bara örfáum árum síðan. Og það er bara óskup sjálfsagt að það sé okkur ákveðin viðmið. Það er bara er ekki réttlætt í því að húsalega skulle ekki miðast við aðra hagstærðir í samfélaginu og það þarf að setja þetta í lög vegna þess að meðan ástandið er svona alveg sama hversu háleit markmið við höfum varðandi að byggja upp félagslegt húsnæði bjarg og þess áttar með að við núverandi hraða og jafnvel með að við 2-3-faldar hraða á uppbyggingu á svona húsnæði þá vorum við að tala alltaf svona 15-20 ár þangað til að vera komin sæmilega stór hluti af húsnæðismarkaðnum í svona rekstri þannig að geti fara að hafa áhrif og við getum ekki beðið bara eftir því við getum ekki bara fórna leigjendum og sagt þið verðið bara fórna ykkar atgerfi öllu saman og ykkar framtíð og heilsu til þess að markaðurinn fái að þróast svona með þessum hætti við getum ekki bara sagt við fórnum 30% af íbúðunum sem eru á leigumarkaði í hvaða hverslega dystopíu myndi það viðgangast þannig að ég verð svo bara, mér verður svo orða vant oft þegar ég spái í hvernig staðan er á húsnæðismarkaðinum og þetta náttúrulega kemur verst niður á þar sem eru með lífeyrisgreiðslur
það eru þeir sem hafa það allra verst á húsnæðismarkaði. Ég á hugsa á stundum út í lífeyrissjóðina sem að hafa verið að taka á móti svona 4-5% af sínum sjóðsfélögum á leigumarkaði inn á lífeyrisaldur. Eftir svona 15-20 ár það verður þetta orðið 20% og eftir svona 30 ár verður þetta komið yfir 30%. Og hvað ætla þeir að gera? Það er bara svo margt í þessu sem svo skaðlegt fyrir samfélagið okkar. Varandi þá hvort það vanti eitthvað inn í löggjöf eða einhverjar hvað maður myndi vilja segja frá stjórnvöldum að meðst ef að markmiðið samfélagsjöfnuðar og rannsóknir sýna hvað ójöfnuður hefur för með sér og hvað það verður hvað það býr til vanlíðan og verkefni til framtíðar sem á endanum munu lenda stjórnvöldum sem hefur neikvæð áhrif, ójöfnuður hefur neikvæð áhrif fyrir samfélag og einstaklingana. Og ef að jöfnuður er markmiðið, að þá er mjög skýrt hvaða hópar það eru sem standa höllum fæti og það þarf að koma með einhverja aðgerðir þar inn og mér finnst kannski finnst stundum að umræðan og aðgerðina mættu beinast betur að þessum hópum sem við vitum að þarf að styrkja stöðu þeirra. Það er kannski, maður myndi ráða ykkur, þá myndi ég segja það. Já, bara algjörlega sammála þessu einmitt tæknileg spurning og ég ætla að leyfa að sérfræðingunum að koma með tæknileg svörin en það er ótrúlega mikilvægt að eins og kannski mikil umræða hvað er erfitt fyrir ungt fólk að komast inn á markaðinn og svoleiðis og það er hárrétt en við megum alls ekki gleyma hópunum, eldra fólk eða fólk sem að glíma við sjúkdóma, fatlanir, öryrkjar og svoleiðis og það er bara svo mikilvægt að við séum að við erum röddin og megum ekki leyfa þeim að komast upp með að ekki hugsa okkar, hugsa þessa hópa. Þannig bara algjörlega, já. Já, Kolbrún Erna. Takk fyrir ykkar innlegg. Mér langar að koma svolítið inn á þetta með félagslega húsnæðið. Sjálf bý ég í félagslega húsnæði, var svo heppin að komast í nýja íbúð sem er blokk í úthverfi þar sem eru 30 eitthvað íbúðir, allt félagslegt, allt félagsbústaðir og ég hef ekki undan neina að kvarta, þannig lagað. En það sem að sló mig þegar ég flutti þarna inn að þetta eru margar blokkir, félagsbústaðir eiga eina, þetta mjög vel byggðar, mjög vel byggt. En þeir þurftu að fá svo margar íbúðir að í raunin eru fleiri íbúðir í þessari félagslegu blokk heldur en í hinum. Og ég í það lítilli íbúð að versni mín fötlun mikið, þá þarf ég að flytja það út. Það ekki gert ráð fyrir að maður verði lúnari. Ekki allavega í þessu minni íbúðum. Þarna finnst mér líka svo einkennilegt að reglugerðir þurfa ekki félagsbústaðir að fara eftir reglugerðum. Þurfa félagsbústaðir ekki að byggja þannig að fatlaðir og öryrkjar geti orðið gömul í þessum íbúðum. Þetta finnst mér svo einkennilegt að það hafi ekki verið hugsað þetta. Það eru stærri íbúðir sem að þá einstæða mæður eru í jafnvel. En þessar minni íbúðir, það eru við sem eru 55 plus og það eru sumar svo litlar að það ekki hægt að fara inn á klósett. Ef ég væri með í hjólastól, það væri gjörsamlega ekki hægt. Og mér finnst svo skrítið að félagsbústaðir hugsa þetta ekki lengra. Þetta opinbert félag.
Og þetta, ég veit ekki að hverju ég að spyrja ykkur beint öðruvísi, en mér finnst þetta að vera að kasta pening út úr gluggan. Það sé ekki vera að hugsa þetta lengra. Takk. Það bara mjög góð punktur, mikilvæg punktur og það bara ótrúlegt að fólk að lenda í þessu, einmitt að það kannski félagslegt húsnæði og einhver í hjólastól og svo allt í einu ekki að opna hurðina á baðherbergi og maður kemur sig inn í stólunum og í ráðmálunum fatlaðs fólks þar hefur jafnréttisfulltrúi HÍ verið mjög mikið að tala algilda hönnun og það hugtak sem að mér finnst það ótrúlega mikilvægt að bara koma á framfæri og það ekki nóg einmitt að þetta sé einhverjum reglum sem þetta komast fram hjá, það bara að gera það í öllu, að það eins og segir það bara jákvætt fyrir alla að vera í húsnæði sem með algilda hönnun, af því allt einu maður veit aldrei hvenær maður fótbrotnar eða ef slysni gerast eða sjúkdómar gerast og ef húsnæði gott og algilt þá einmitt komið þessi vandamál ekki fram. Mér finnst bara mjög áhugavert að heyra þessar lýsingar en kannski svona endurspeglar ákveðna svona skorthugsun stundum þegar við erum að byggja upp fyrir almenning og almenna þjónustu að það verið að spara sem kannski bara oft svolítið lykill en svo gagnrýnt fyrir að það sé ekki spara nóg þannig að ekki stöða frá. Já, þetta svolítið að mínum að þetta svona af þessu meiði þar sem hef búið að vera að nota húsnæði svona síðustu 30-40 árin til þess að minna fólk svolítið á þjóðfélagsstöðu sína. Það allt gert til þess að svona minna þig á það að þú ert í lítilli íbúð, það ekki geymsla eða auka herbeggi, allt svona, það verið að segja við þig þjóðfélagsstaðin á jaðrinum og þess vegna færðu íbúð sem líka kannski bara á jaðri samfélagsins og jaðri þess að vera íbúðarhæf. Þetta finnst mér mjög algengt að sjá eins og með félagsbústæði þegar þeir voru að byggja sína blokkir sjálfur sem reynda að gera ekki mikið í dag að þá ég bjó sjálfur í Grafarholti og þar voru öll íbúðarhúsnin 34 hæðir og lágu öll í svona ákveðnum lengjum að mjög mikið svona fallegt yfirbræði yfir þessu öll saman en svo voru 3 blokkir frá félagsbústöðum og þar voru 9 hæðir allar svona samar 3 turnar og það var engin garður og mjög litla svalir og það var allt gert til þess að setja þetta yfirbragð yfir þessar byggingar og þarna byggi fólk sem að væri þvingað í einhverju ákveðni þjóðfélagsstöðu og mér finnst þetta svo andstyggilegt og mikil skepnuskapur að nota húsnæði til þess að minna fólk á hvað þjóðfélagsstöðu það tilheyrir og þetta gert markvisst og þetta bara tákn tímanna nýfrjálsíkjunnar og brasksinn sem hefur riðið hérna ríkjum. Takk fyrir þetta. Mér sýnist ég vera að klára mælendaskrá. Elisabeth Ingileif eftir og Þórunn ætlar að koma aftur og þegar þær hafa borið upp sína spurningar hérna þá held ég að við bara lokum mælendaskrá en getum náttúrulega bara verið hérna áfram að spjalla í lokfundar. Gjörðu svo vel, Elisabeth. Já, hörðu, ég eiginlega bara koma hérna sem svona segja mínu stöðu. Ég 61 árs og ég með 5 börn á heimilinu frá 10 til 22 ára og ég og maðurinn minn við erum stundum að djóka með það, veist hvernig þetta verður, hvort við förum með börnin á elliheimili af því að við erum ekki að ég las eitthvað staðar að maður þyrfti að eiga 80 milljónir ef maður ætla að reyna að komast í greiðslumat og við erum líka með fötlubörn og maður hefur bara veist svo miklar áhyggjur af þessu annað framtíð barnanna veist en við erum bara samt að reyna að vera bara svona happy go lucky veist bara með þannig bara veist að reyna að sinna þeim vel og öllum líði vel og allt séu góðu en á meðan þetta á baki veist hjá okkur
sem eru með þessa mikla ábyrgð að vera með þessa einstaklinga og ég bara, veist, ég er eiginlega bara, get bara grátið yfir þessu sko, veist, þetta er svo hræðilegt og það eru svo margir, ég man ekki töluna, sem eru sko sem búa hjá foreldrum og ég held nefnilega að þessa tölur eigi bara eftir að hækka vegna þess að ég sé ekki að þessir einstaklingar séu að geta farið af heimili. Veist, það er bara ekki, það er ekki hægt. En takk fyrir. Og takk fyrir ykkar starf og ykkar, veist, að það sé einhver að hugsa þessi efni. Takk. Viltu kommenta á þetta, Guðmundur? Já, bara kommenta aðeins og spyrja Kristínu varðandi þetta. Sko, ég hef það á tilfinningunni og veist, sko, sjá það út úr mörgum svona gögnum bæði Hagstofunni og HMS að staða á leigumarkaði hún erfist. Ég ætlaði að spyrja bara Kristínu, veistu, hafið þið athugað það eitthvað, hvort að þessi staðan á húsnæðismarkaði, hvort hann erfist og meðal leigjenda, að börn leigjenda verða leigjendur sjálf? Elisabeth, takk kærlega fyrir að deila þessu með okkur og ég held þú sért að enduróma áhyggjur margra foreldra og svo þetta með hvort að staða húsnæðismarkaði erfist. Sko, mér er kannski að byrja á því að segja að varðandi hlutfalli hjá unga fólkinu sem er í foreldrahúsum, nú erum við búin að leggja svo könnun fyrir bara í 5 ár og þetta eru svona breytingar sem eru hægar. Þú veist, við náum ekki svona að pikka þetta upp strax, þú veist, að því að við erum hana bara sko 30 ára yngri og þetta mun taka smá tíma ef þetta fer að versna, að ástandi fyrir að versna sem er svona, maður geti trúað, þá mun það taka smá tíma fyrir okkur að ná því gegnum okkur gögn. Hins vegar eru bara gögn frá Seðlabankanum sem sýna að það er aldrei jafn hátt hlutfall að fyrstu kaupendum fengi aðstoð hjá foreldrum. Og það kannski á þess að við höfum ekki rannsakað það, en það svarar spurningu þinni, Guðmundur, að það eru svona auknar, það er kannski svona yfirvofandi þá hætta á því að við séum, sko það er smá erfitt að tala um þetta, við kannski tölum svolítið oft að við búum í svo miklu jafnaði samfélagi og það hafa allir jöfn tækifæri sem ég reyndar algjörlega á móti, ég myndi bara aldrei segja við barnin, eða nokkurt barn, þú veit ekki verið gert hvað sem þú vilt, því að það er bara ekki satt. Því miður þá er hvað við getum gert í lífinu háð ótrúlega mörgu. En við höfum kannski það verið hið íslenska lífi er að komast á í eigið húsnæði. Mér finnst mörg svona teikn á lofti að það verði ákveðnir hópaskyldir eftir, síðan hefur líka samfélagi breyst ótrúlega mikið hvað var það svona lýðfræði þar sem við erum með hærra hlutfall innflytjendum og svo erum við líka með fólk með erlendan bakgrunn, foreldrar þeirra sannarlega í verið stöðu og þá er maður ágjörð hvernig þetta mun fara allt saman. Þannig að já, ég skil mjög þessar áhyggjur sem Elisabeth kom með, þetta er bara það sem maður heyrir mjög mikið af og það er ekki gott að vera að byggja samfélag sem örlög einstaklingur að háð lífsskiljurum foreldrana. Bara einmitt með þessa hópa sem er ekki skildir eftir og það er svo ótrúlega mikilvægt að við þurfum að vera rödd þeirra og við þurfum að halda áfram að berjast fyrir þessa hópa og það er svo ótrúlega mikilvægt að halda áfram í þessu og það er bara ótrúlega vetjandi fyrir mig að fá að koma hingað og fá að heyra ólíkar sögur af því þetta er ótrúlega mikilvægt maður finnur það bara þannig það er alveg gott að sérfræðingarnir eru bara með góð svör sem að við þurfum síðan bara berja inn í fólki sem er að taka ákvörðunina komið svo í gegn sko. það er mjög að segja um þetta. Þórunn, þú ert með eina spurningan og svo Steinar í lokin. Já, ég er einmitt í svipari stöðu eins og Elisabeth, ég er með
30 svona heimilinu sem getur ekki flutt út af því að hann eignaðist barn. Ef hann sko ætti ekki barnið þá getur hann farið í eitthvað herbergi eða stúdíó. Það er því að barnið komin í spilið þá hann fastur hjá okkur og við þurfum að vera foreldrar einmitt alveg til 70 sko. Eða eitthvað svoleiðis. En það er samt ekki spurningin. Það sló mér sem ég hérna með þetta á heilanum með hana Ingu Sæland sko. Og það er bara að því að hún er búin að keyra kosningabarátuna svo mikið á þessu hérna með, þú veist, að berjast fyrir þá sem að, þú veist, minna hafa milli handana. Voru þið einhvern tímann kölluð að borðinu? Eru einhverjir stjórnmálaflokkar sem hafa kallað leigjendasamtökin að borðinu og sagt bara, heyrðu hvaða skoðanir hafa þig? Þú veist, hefur einhver stað verið opnun? Einhver sem að, þú veist, vill hlusta? Eða þetta bara, já, nei, þú veist. Og svo sett fram eitthvað svona gerfi frumvarp, mér finnst þetta svo skrítið að því að, þú veist, hún var svolítið kosin á þessum forsendum. Já, ég var fyrir miklu vonbrigðum að sjá þetta útspil. Ég vænti nú þess að það sé eitthvað framöndan. Ég veit að Ragnar Þór, fyrrverandi formaður VR, hann situr og fer fyrir einhverjum húsnæðishópi. Við hefum náttúrulega verið í stanslausu samtölu við stjórnvöld og sendt mikið af bæði erindum og umsögnum og við öllum þessum breytingum. Við sátum reyndar ekki, ég var út í Grænlandi þegar var einhver samráðsfundur en hins vegar ég bara að segja að stundum þetta fyrir manni í sjálfbáðinu þetta stundum hálfgerð tímahersla. Ég hef oft eitt alveg ótrúlega miklum tíma og þrótt í að skrifa umsagnir og sækja fundi og vera í samráðshópum og lagt með allan fram og það aldrei tekið neitt mark á neinu því sem að kemur fram sko, vegna þess að yfirleitt hann þannig að þeir sem tala fyrir hönd leigjenda eða þeir sem standa veikt á húsnæðismarkaði við erum kannski 2-3 í hópunum meðan að kannski þeir sem eru svona hinum einn á litrófinu þeir eru kannski 20 og hafa miklu betra aðgengi af stjórnmálamönnum heldur en nokkuð tíma við þannig að það þetta já og fjármagni þetta kemur ekkit rosalega mikið óvart ég hef bara mist svolítið trúna á að stjórnvöld muni geta gert eitthvað ég held að þurfi samstöðu almennings og ég held að þurfi alls konar svona bara aðgerðið almennings svona eins og til dæmis bara leiguþak og hústöku og ég held að þurfi að fara svona ákveðið svona stemningarstað vegna þess að það verður ekkert gert á meðan að fjármagnin með meira og minna alla stjórnmálastéttina bara meira í svona nánast í vasanum nú hljómaði svolítið eins og eitthvað brjálaður samsæðiskenningarmaður en það bara svolítið þannig að fjármagnið ræður meira og minna öllu og þess vegna vill að viðhalda þessari slæmri stöðu á húsnæðismarkaðnum til þess að hinn 70% sem eru svona í skjóli að þau hægi sér að því að það vill enginn detta niður þennan fúla pitt sem að vera síföldu vergangi með börnin sín og eða fá ekki viðunandi húsnæði þannig að þetta svona líka ákveðið svona tól til þess að láta okkur hafa okkur en hver var spurningin? Á ég svar fyrir? Nei, þú það var bara til því Já, sko, Varða rannsóknarstofnun sem ASÍ og BSRB eiga og við erum ekki í neinni pólitík þannig að við erum ekki kvöldan á borðinu sem betur fer bara en BSRB og ASÍ auðvitað beita sér í húsnæðismálum og það auðvitað bara mjög stór hluti að þeirra að vinna að reyna að þrýsta áfram breytingar á húsnæðismarkaði og en við búum bara til gögnin og sem þau geta nota síðan í baráttunni, henni pólitísku baráttu. Ég var ekki kallaður á borðinu en ég get nota tækifæri til að vekja athygli á vinnunni sem að Mari og húsnæðishópur er að gera að bara styðja við það og ef við vekjum athygli á því þá eru meira líkur á því að þau verða kölluð á borðinu þannig einn daginn þá verð ég kallaður á borðinu
Gjörðu svo vel, Steinar, við koma hérna upp Já. og snúa fram í myndavélina. Já, komið sæl og takk fyrir þennan fund. Þetta málefni mjög þýðingamikið og það kannski hvergi í samfélaginu eins mikill halli eins og einmitt í húsnæðismarkaðnum. Ég búin að vera lengi sannfærður það að við þurfum nýtt verkamannabústaðakerfi eða svona félagslegt eignakerfi. Gamla verkamannabústaðakerfið lyfti grettistaki. Það voru þúsundir fjölskyldna sem gátu eignast eigið húsnæði á viðráðanlegu verði og það átak var sameiginlegt verkefni ríkis, sveitafélaga, verkalýðshreyfingar og ég tel að eina leiðin til þess að leysa þennan vanda sem nú blasir við okkur sé einmitt nýtt svona kerfi. Guðmundur kom aðeins inn á það. En mér langar bara að spyrja þá ykkur tvö sem að kannski hafi ekki tjáð ykkur það, hvernig líst ykkur á það að það verði til nýtt félagslegt eignakerfi í líkingu við gamla verkamannabústaðakerfið. Það sem að vikingar, það sem byggðar eru íbúðir á viðráðanlegu verði án hagnaðardrifins félaga og hvernig líst ykkur á þá hugmynd og finnst ykkur það ekki blasa við að slík lausn myndi geta lyft öðru grettistaki í eignarhaldi á húsnæði. Takk. Jú, ég náttúrulega engin sérfræðingur svo sem í þessum málum en þetta hljómar mjög vel og það ljóst að miðað við stöðuna sem er í gangi að það þurfa einhverja breytingar til og bara ég skal lesa það og sjá hvað en algjörlega. Ég nú heldur engin sérfræðingur í þess en oft talað þessa tíma og þá miklu breytingu sem varð með tilkomu verkamannabústaða og auðvitað gráta það margir bara að það hefði verið aflagt. Ég sé ekki neitt sem að neitt gegn því ekki mínu hjarta ekkert annað en jákvæmt. Kannski Já, bara til þess að ræða þetta að þá mér er gaman að tala Vínaborg sem að hefur í 20 ár verið valin lífvænlegasta höfuðborg í heiminum, bara 20 ár í röð. Það eru 60% af íbúum borgarna sem búa í félagslegu húsnæði. Og það dettur engum í hug, sama hvaða stjórnvöld hafa verið við stjórnvöldin við völdi í Vínaborg undanfarna öld, það dettur engum í hug að breyta þessu. Vegna þess að þetta tryggir lífsgæði íbúana. Það tekur fast húsnæðið út úr markaðskerfinu vegna þess að þeir hafa komist að því og það stendur bara á heimasíðu húsnæðisborgarstjóra Vínaborgar þar sem sagt bara fyrsta kvótið að húsnæði ekki vara sem að henta fyrir markaði markaði vegna þess að skortur og húsnæði leiðir ekki til jafn aukinnar framleiðslu heldur eingöngu til hækkandi verðs. Þannig að húsnæði á ekki að vera markaðsvara, á bara að uppfylla þarfir íbúana og sveitarfélögin hafa skyldur til þess að gera það. Já, við þurfum bara húsnæðisbyltingu og alls konar húsnæði. En ég bjó í Kidbrooke sem suðaustur London og leigði þar, bjó þar í mörg ár og það var húsnæði sem var dæmt óhæft til íbúðar, hafði verið byggt á Thatcher-tímanum, en fólki þar það neitaði að flytja, af því þetta var samfélag og þetta var mjög gott samfélag og það neitaði að flytja vegna þess að þeir sem tóku við, þeir ætlaði að flytja allt þetta fólk í félagslega íbúðir nærri því 100 kílómetra í burtu sem þýtt að þeir þurftu að fara miklu lengri leið í vinnu og annað og það það sem ég held að það sé að gerast þú veist með félagslega kerfið það alltaf verið að byggja svo langt út úr borginni þannig að við þurfum líka að hugsa bara alls konar lausnir bæði fyrir eins og þú varst að segja fólk þarf að geta verið gamalt í íbúðunum sínum og frábært sem þú vilt segja á Glæronauðinum, lífstíðarhúsnæði
Ég hef aldrei heyrt þetta áður, lífstíðarhúsnæði. Hversu dásamlegt það? Við erum alltaf að reyna að hafa gamla fólkið í húsnæðinu, endalaust, en síðan erum við að byggja hús sem það geti ekki verið í ef þau eru eldri en 70. Þannig að það náttúrulega hrópandi mótsögn í sjálfum sér. En við í vorstjórninni, við ætlum að halda áfram að vera með svona fundi, bæðum húsnæðismál og önnur aðkallandi mál í samfélaginu og endilega bara segja öllum frá þessari fundaröð. Því að þannig byrja byltingarnar. Það byrja á gólfinu. Það byrja með því að fólk mætir. Það byrja með því að fólk tala saman og það byrja með frábærum framsögum. Þannig að takk fyrir Kristín, Steinmir og Guðmundur. Já, fundið slitið. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is